Ragnar Sigurjónsson kominn til mig, ég ætla svona aðeins að fara yfir árið sem að líða, bara á léttum nótum, blessaður og sæll minn kæri. Góðan og blessaðan daginn. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það ljómandi gott. Næst síðasti dagur ársins. Já, næst síðasti dagur ársins, það er alveg rétt. Við skulum hafa það alveg á hreinu. Þetta lendir á helgi, svona eins og jólin. Já, þetta er svona vinnuveitenda helgar. Já, hentar vel fyrir þá. Já, mjög flott. 2016 að renna sér skeið, hvernig hefur árið leikið við þig? Það hefur bara leikið mjög vel við mig, bara mjög skemmtilegt og gaman að lífinu. Já, eitthvað sem stendur ofar öðru? Nei, bara góð heilsa og góð fjölskylda. Já, er það ekki... Það er númer 1, 2 og 3. Er það ekki númer 1, 2 og 3? Já. Ég myndi segja það. Hvernig áramótin hjá þér? Ertu það bara þú og konan heima eða? Og dóttirinn. Og dóttirinn fyrir ekki, já. Já, það má ekki glemma því. Nei. Þú ert svo ríkur að eiga börn. Já, ég á 3 dætur. Já. Bara stelpur? Já. Það er svo maður sagði... Nei, ég má ekki segja útvarpið. Við skulum ekki tala um það. Veitu, ég lækka bríðir og segðu mér það. Nei, ég ætla ekki að segja afsakið. Hvað ætlar að hafa í matinn? Á morgun? Já, morgun, já. Ég er að spá ég að hafa humar. Já. Svona svolítið spennandi. Já. Þetta ég búin að heyra nokkuð mikið af þessu að fólk segja að fá sér humar. Já, hann náttúrulega æðislegur. Þetta er veislu matur. Það ekkert öðru sér. Já. Nóga hvítlaugsolíu. Ef þetta eldar rétt. Já. Humar í hvítlaug náttúrulega alveg sko. Náttúrulega flottast að maður getur grillað hann. Talandi hvítlaug. Ég glemdi að prófa hvítlaug á skötuna. Já. Hvítlaugsolíu. Já, það bara því að minnið næri ekki lengur. Nei. Það bara þannig. Ef það áramótabrennur í flóanum? Ég veit ekki til þess sko. Einhver sem ætlar að kveikja bál? Já, náttúrulega, ég kynnti örugglega eitthvað upp bara í ruslatunum sem ég gerir stundum. Já. Brenna rusla ef það þokkalegt veður. Þá ger ég það. Já. Það bara undir eftirliti með slökkutæki. Já. Það bara þannig. Svo má þetta ekki brenna lengi, það allt orðið svo, þetta svo fyndið. Það allt orðið banna, það má ekki neitt. Það má ekki vera neitt skemmtilegt, það bara leiðilegt sem má. Við ætlum að hafa þetta jákvætt, Ragnar. Já, ég bara að segja svona sem mér finnst. Já. Amma mín sagði það alltaf. Já. Maður á að segja það sem maður finnst. Já. Árið 2016, veðrið, það lék vel við okkur? Ég myndi alltaf það var bara... Fínt sumar? Já, voraði mjög snemma og allt, minnst okkursti, hálfu mánuð undan öllu, sko. Já. Gríðarlega góð spretta og ég held að bændur sér bara mjög ánægð með... Já, menn voru að taka sláttinn, 4 og 5? Já. Jável meira? Já. Þannig það var ágætið spretta og eins með kornuppskýru? Já, það var mjög mikil og góð. Þannig það ekkert hægt að kvarta mikið yfir veðráttunni á þessu ári. Nei. Og sérstaklega ekki það sem eins og hvernig nóvember og desember var. Þetta náttúrulega búið að vera ótrúlegt og náttúrulega búið að vera mikið rigning en að vera upp 8-9 stiga hiti í dag eftir dag náttúrulega ótrúlegt. Það svolítið magna. Og það segir manni það eitthvað að gerast. Já. Í náttúrunni. Það einhverjar breytingar í veðurkerfinu og núna á aðfokadag var hitabylgja á norðurpólnum. Já, hugsaði það. Þar var bara á núlinu. Þar vaninn að vera 20 stiga frost. Já. Þetta er mjög skrítið. Snjókoma á Hawaii, snjókoma í Sahara-eyðimörkinni. Já. Og 10 stiga hiti hérna. Já. Hvernig eigum að útfæra þetta? Ég bara hef enga skýringu á þessu. Nei, ekki heldur, það eru fáir. Já. En hvernig leggst 2017 í þig? Það leggst rosalega vel. Já. Bara spennandi, flott tala. Já, þetta er svolítið töff tala. Já, 17. 7 hefur alltaf verið eina mínum hapatölum. Já, það eru margir sem haldur upp á 7. Já. Cantona. Já. Hann heldur upp á 7. Já. 7 eru rosalega mikilvægi menn í fótbolta. Já. Það hefur svolítið verið gegnum tíðina bara þeir bestu, sko. Já. Svolítið. Enda erum við að heyra það að United sé að fara að bera víurnar í eina flotta 7. Býtu. Griezmann. Já. Það væri nú ekki leiðilegt. Hann var nú ekki leiðilegur á móti Íslandi. Nei. Það var mjög skemmtilegur. Já.
Talandi það, frábært íþróttaár sem er á enda. Bara geggjað og bursið frá öllu það náttúrulega verður þetta árangur landslýsið í fótbolti náttúrulega einstakur bara hverjum hefur dottið þetta til hugar að við værum að sigla inn í 8 liða úrslit á fyrsta stórmótinu enda sérðu bara erlendu fjölmiðluna sem er að gera núna upp árið, það er alltaf að tala Ísland já, þeir bara pissi buxurnar ég meina þetta er ótrúlegt við erum ekki nokkra milljónir, við erum bara 330.000 já, ég veit það og það, svona það sem ég fannst skemmtilegast við þetta, það er náttúrulega Víkingaklappið, það sló heldur betur í gegn á EM og svo þegar BBC var með uppskeruhátíð núna í desember frá íþróttamanna deildinni og félögum að þar var 12-unni boðið að koma og taka Víkingaklappið var það ekki punkturinn yfir yfir svona með niðurlæginguna? Já, mér finnst það nú ekki niðurlæging, mér finnst þetta bara flott, þetta er bara upphefð það sem að þeir að vera að gera þessi 12-ana er bara sýnið það er bara frábært en englendingar voru ekki að fannst þetta ekki skemmtileg upp á að koma að 12-unni hafi verið boðið þetta? Nei, þetta er nú engin fjöldi það voru 2 sem að koma og stjórna þessu en Víkingaklappið á tekið og ég fylgdist með eins á Twitter og þetta var svona margir töluðum það þetta væri svona punkturinn yfir yfir en meiri niðurlæging fyrir okkur Fyrir þá englendinga Já En þetta var frábært sumar með fótboltanum geggjað og svo náttúrulega fyrir utan alla hina sem voru að gera gott í íþróttum allar þessar konur sem að stóðu sér alveg frábærlega vel og kvennaboltinn og golfið ekki gleyma því heldur betur þeir eru búin að reyna að komast inn á svona stórmót kallarnir þeir bara enga séns það rúla þessu bara upp fara létt með þetta og stelpunnar í landsliðinu okkar í fótbolta það eru mjög flottar á EM mjög flottar þannig að það er bara mjög blómlegt framundan sko ég myndi segja það þetta er búið að vera bara fínt ár og svo eru menn bara undirbúa sumari hérna heima allir að gera sig klára menn að ganga á milli félaga og alls konar skemmtilegt Gerir þér áramótahitt? Nei, ég hef nú ekki gert það en eina sem ég hef sagt við sjálf mig að ég ætla að reyna að vera betri maður en ég er og Nærðu því eða? Ég er alltaf að reyna að vera betri maður en þú ert nú góður maður það er spurningin dregur úr þessum maður svona reynir að sko maður reynir að gera betur heldur en það sem hefur gert í öllu sem er að gera betur að vasku upp og svona það má alltaf bæta sig í því skilju, það er svona ýmislegt sem nota minni sápu og betur yfir konuna og allt Eru spennandi tímar framöndan hjá þér? Já, ég myndi segja það væri svona mjög spennandi það er náttúrulega núna eru náttúrulega dúfnabændur á kafi að para það eru tilleipingar svo heitir hjá sauðfjárbændum en það er ekki eitt rút eins og í kindunum 1 rútur á 20 kindur eitthvað svo það er bara 1 dú og 1 dú það er svo leys sem hafa þetta eðlilegt í dag verður haldið upp á 20 ára afmæli í BVF það er mjög flott hátíð til hamingju með það takk fyrir þú ert nú eigamaður og mér finnst þetta bara mjög flott hjá þeim og hvernig standað þessu bara frábært það verður heilmikil stemning í íþróttahúsinu sem færist síðan yfir í Eimskipshöllina og þar mæta síðan leikmenn meistaraflokkana og munu áritað vegspjöld og svona mér finnst þetta bara æðislegt af því að þetta er svo mikilvægt fyrir krakkana þetta eru fyrirmyndunar það eru fyrirmyndir hjá öllum það er alveg sama hver hvað þú segir, það er alltaf ykkur fyrirmynd það er bara þannig það er bara þannig fórum við inn á áramótabrennu þú ætlar að kveiki í ykkur tunnu þetta er bara skemmtilegt eitthvað að lokuðum ekki? Nei, ekkert nefnum bara vona bara allir verði bara góðir og hafa þetta skemmtilegt geri skemmtilega hluti á árinu það er nefnilega málið
Það er svo mikilvægt, það svo margir í hinu leiðilega sko. Vera maður sjálfur. Er það ekki oft hannig? Herðu, við ætlum að enda þetta hérna á smúð. Já, mér finnst það mega vera svona sumarrætta því að það kom svona aðeins snjór núna. Já, örlítið. Já. Við þurfum ekkert að vera að hissa því. Nei, og þá getum við líka bara dansa þeir sem vilja. Algjörlega. Raggi minn, takk fyrir skemmtilegt ár 2016 og við heyrumst bara á nýju ári. Sömuleiðis bara takk og gleðilegt nýtt ár til allra. Sömuleiðis.